Nú ætlum við að margvelda saman tölunar 12 og 4 og við ætlum að nota aðferð sem að kallast grindaaðferðin eða rúðaaðferðin og hún gengur út á það að nota rúður til að hjálpa sér við útreikningin. Og þá virkar það þannig að við tökum aðra töluna 12 eða 4 og það er best að taka fyrst þá tölu sem er lengri. Það er að segja hérna eru 12, þetta eru 2 tölustafir, 4 er bara 1 tölustafur og þá er best að byrja á 12. Og við skrifum bara 12 niður og pössum að setja eina tölu í hverja rúðu. Þannig að hérna kemur þá 1 og hérna koma þá 2, það er komið 12. Svo setjum við margföldunarmerkið og beint fyrir neðan margföldunarmerkið setjum við töluna eða tölurnar sem við ætlum að margfalda með. Þannig að 4 koma hér fyrir neðan. Og það sem við gerum svo er að búa til rúður sem að passa í rúðurnar sem eru hérna á milli. Það er að segja, hérna eru 2 rúður, hérna er 1 rúða og þá koma rúðurnar sem akkurat bara svona. Og svo skiptum við þessum ramma hér niður í minni ramma bara eftir rúðunum, þannig að hérna kemur þá ein lóðrétt lína. Þetta er nú svona allt hefðbundið, það fylla bara hérna upp í. Þá kemur eitt sem er svolítið öðruvísi. Nú þurfum við að setja skálínur frá hverri rúðu fyrir sig og í gegnum rúðuna, svona skipta hverri rúðu í tvent. Og það gerum við þá bara þennan átt með því að setja skálínu hérna yfir og við höldum áfram eina rúðu í viðbót. Eins og svona, þá erum við búin að taka þessa rúðu hérna og eina rúðu þar fyrir utan. Og svona skiptum við öllum kössunum niður. Og þá skiptum við hérna líka. Þá er allur undirbúningurinn búinn. Og kosturinn við þessa aðferð er að það er svo þægilegt að margfalda því að það skiptir ekki máli með hvaða tölu og margfalda fyrst. Þú getur sagt 1 sinni 4 eða 2 sinni 4 og svo þú komið stærri tölur þá er þetta rauninni enn einfaldara. Og við tökum hér 1 sinni 4, þú getur líka að byrja á 2 sinni 4, það skiptir ekki máli. Í dæminu 1 sinni 4 þá fyllum við rúðuna sem að hittir 1 og 4 fyrir, það er að segja þessa rúðu hér. Og svarið þessu 4 og þá kemur svarið í neðri hluta rúðunar af því að það er bara ein tala, þá koma 4 hér. Ef það verður 2 tölur þá kemur tugatalan hérna og einingatalan kemur alltaf hér. Svo er það 2 sinnum 4, það eru 8 og þá kemur svarið í neðri hluta þessa rúðu hér. Og það sem er svo gert er að við leggjum saman allar tölur sem að koma í rúðurnar og í þessu tilviki er bara ein tala í hverri rúðu en við leggjum þær saman eftir skálínunum. Í þessu tilviki þá fáum við 8 sem við skrifum þá bara beint hérna niður eftir skálínunni, koma 8 hér og hérna eru þá bara 4. Nú tölurnar sem við leggjum saman hérna er lokasvarið og þannig að svarið hér er 48. Þannig að 12 sinnum 4 eru 48. Þannig að við getum skrifað það svar líka hér.